að kynna þetta fyrir börnunum. Það lenti náttúrulega á mér að gera það og það er mjög mikilvægt að útskýra fyrir börnunum á þann hátt sem þau skilja. Þau vissu af því að krabbamein getur verið mjög hættulegur sjúkdómur þar sem að náin vinkona mömmu þeirra hafði dáið úr krabbameini árið áður. Og leiðin ég segi þeim að hún hafi greinst með krabbamein, að þá verða það mjög hrædd. Þannig að ég þurfti að útskýra fyrir þeim að krabbamein, orðið krabbamein hefur mjög svipaða þýðingu og kvef. Að þú getur verið með nefrennsli, þú getur verið með hósta, þú getur verið með bara illt í hálsinum og það er allt mögulegt til sem allt heitir kvef. Og það sé eins með krabbamein að það er allt mögulegt til sem að flokkast undir krabbamein. Og þetta sem að hún hafi greinst með sé sem sagt eitthvað sem að læknarnir geti ráðið við og eða læknarnir telja að þeir ráðið við, því það er mjög mikilvægt líka að segja börnunum ekki ósatt. Vegna þess að ef þú ferð að segja þeim að mamma verður bara hress eftir 30 daga og svo verður hún ekki hress eftir 30 daga, þá trúa þau engu sem hún segir eftir það. Þannig að ég útskýrði fyrir þeim hvítblæði á þann hátt sem er svo sem klassískt að í blóðinu eru hvít blóðkorn sem að virka bara eins og löggur sem að ráðast á vondu sýklana. Og nú eru bara þessar löggur bara óstarfhæfar, þær bara eru hættar að vinna sem löggur. Og það þarf bara að laga þetta og bara stofna nýjan löggurskóla og koma nýjum löggum í gang. Og það sé það sem að læknarnir gera. Og svo útskýrði ég bara fyrir þeim að hún þyrfti að vera inn á spítala til þess að læknarnir geti gefið henni lyf sem að myndi vinna alveg eins og löggurnar. Og svo myndi hún koma heim og svo þyrfti hún að fara og fá meiri lyf annars slagið en hún þyrfti ekki að vera eins lengi inn á spítala. Mjög fljótlega var ljóst að við myndum þurfa að fara til Svíþjóðar og hún myndi þurfa að fara í mergskipti. Og við vorum það heppin að við gátum komið börnunum fyrir á meðan og við gerðum það bara að við settum þetta svolítið upp fyrir þau eins og ævintýri að þau kæmu einu sinni í mánuði til okkar, væru hjá okkur í viku og á þeim tíma gerðum við bara allt sem við mögulega gátum til að reyna að hafa hlutina bara eins og við værum í sumarfríi. Fórum á söfn og gerðum allt mögulegt sem börnum finnst gaman. Og auðvitað upplifðu þetta sem veikindi og auðvitað voru þau hrædd og allt svoleiðis. En við reyndum bara að gera þetta eins auðvelt og hægt var og ég held að það hafi skilað sér. Við sóttum líka hjálp, fórum strax í það á spítalanum að biðja aðstoð fyrir þeim og þau fengu að tala við sálfræðinga, voru hittu sálfræðinga reglulega til þess að takast á við þetta. Eins voru við miklu samstarfi við bæði skóla og leikskóla sem stóðu sig frábærlega. Og það er mjög mikilvægt að reyna að fá biðja alla aðstoð sem mögulegt er að fá í þessu ferli. Því að þetta er ekkert, það er bara meira en að segja að fyrir fjölskyldu að komast í gegnum svona bara óstudd.